and a 3 and a 4. Welcome to the flow. Ekki sjó, ég elska að sagt flow í staðin fyrir. Ég ekki tjóka, ég bara man ekki. Jú, ég held ég sé með þetta, byrju. Okay. Má ég tjekka? Slaka á maður. Segðu hvað fyndið á meðan. Vá, ég alveg blank sko. En ég tekti það að mikil kæta hjá mér í morgun þegar ég vaknaði að fyrir til bíl og skjárinn í bílminum var bara svartur. Hey, cool. Hey, ég náði inn. Nice. Ég elska þegar þú ert að skrifa, þá heyrir það ekki. Ég heyrði alveg að svarti skjárinn í bílniðinum var ekki að uppáldið þitt, sko. Okay. I just didn't give a fuck. Þetta bara, hey, ekki gaman að eiga Tesla? En pældi í því samt að ég var að vonast þess að þú ekki heyrt. Já, ég veit það. I don't give a fuck. Get ánægð með að hafa ekki... Pældi hvað varst ánægð með að hafa heyrt mig og hundsa mig. Þú gerði það ekki bara, svo komst þú bara, þetta er þú meiri drullu sama. Hey, Pjakkur, ertu að fara að pissa inn í stúdíu? Nei, ég held ekki, en sko, ég kann ekki í símanum að finna, höfum við ekki farið í gegnum nákvæmlega þetta ferli áður? Jú, þetta er alveg eitthvað svona déjà vu dæmi, sko. Og var ekki þannig að ég enda að segja töluna mína? Jú. Ertu með töluna hérna? Nei, en þú veist, eigum við ekki bara... Setja í description. Þú veist, ég veit við erum búin að lofa því að... Við erum lofað alls konar með þess. Ég veit að... Ég veit við erum búin að lofa því að segja nafnið ykkar, en þetta er fríið þátturinn. Já, give us a break. Give us a break. Við bara, við vorum að vakna. Herðu, ég verð að spila fyrir vídeo, hérna... Vá, finnst þér ekkert pirrandi hvernig það hreyfist? Þú getur ekki hóst á það. Jú, er ekki þannig að þetta er svona stórt? Þetta er svona zooma inn? Nei, ekki gera svona... Er þetta svo mútið það? Það væri mjög þægilegt. Fyrir eitthvað OCD-ið? Já, og líka, þetta er í reggiliðunum. Þetta er svona podcast 12, hann er að taka upp og hann er að fá að lokast á sama tíma. Þetta er blott. Ég er mér alveg saman þetta núna. Já, ég fann vídeo í gær sem að ég hugsaði svo mikið til þín og ég held ég láti Eiðin ekki setja inn af því það bara, it's too late for that. Vá, Pjakkur er svo sætur. Ég veit það, það er svona hundurinn með okkur. Hey! All of the dogs? Nei, ég bara spá hvort að Eiður getur gert eitthvað svona intro fyrir Pjakk og síðan svona... En þetta ekki svona dansað í kameruna? Jú, en þess máli, hann er aldrei að fara að gera fyrir þennan þátt því að þessi þáttu þarf að koma út núna því að við erum taka hann upp á. Við sögum það líka síðast. Já, en þú veist, kannski bara fyrir næsta þátt, þá getur næsti þáttu byrjað á þessu, en sjá, þú veist, þá getur ég sungið eitthvað svona. Hann er lítill Pjakkur og hann er algjört krút, hann vill fara út. Hann elskar húsbóndan sinn, sem er MC Gauti, heppinn að eiga frægan húsbónda. Við þurfum að gera eitthvað svona ríl með honum. Já, ég er að segja, og núna... Og þetta lag. Já. Eiður og Pott þetta að gera þetta. Það er ekki eins og við séum eitthvað að rössa hann þurfa að koma út fyrir hádegi, sko. Nei, en að ég spila fyrir barnið sem að ég tengdi sem við þig. Are you ready? Já. Ok, veit þið. Am I ready? Hérna, tilbúin. What? It was on the bounce. Are you gonna go get it? Yep. Eins og enn. It was on the bounce. What? It was on the bounce. Are you gonna go get it? Yep. It was on the bounce. Þetta er komið smá mindblowing fact. Þetta er ég, back in the day. Do you want Taco Bell? Do you want Taco Bell? I can't get it. Því eina sem er ekki, ég held að þú myndir ekki go get it. Ég hefði bara að biðja það. Já. Do you want Taco Bell? Herri, ég er búin að fara tvisvar Taco Bell. Þetta er good set. Tvisvar síðan, eða total þrisvar? Total tvisvar. Ég þrisvar fara á Taco Bell á ævinni. Og fyrsta skipti sem ég fór... Fyrst það er ekki górdýra? Nei. Hvað fékkstu þið þá? Quesadilla? Nei, ég held ég að bara fengið með 2 svona crunchy eitthvað. Hann er bara að leika sér. Hann er að rífa bleiuna sína. Hundagólfbleiuna.
En þá fæk ég mér eitthvað ógeimar. Þú veist, ég sko, ég ætla bara að viðurkenna eitt. I was wrong. Já, það ekki. Jú, en þú veist, Getur ekki heyrt í KFC og við fáum takkabor frýtt það? Er það ekki eitthvað til í því það? ég held ekki að bara heyrt í Pretty Boy Choco, sko. Getur þú gert það? Þekkir hann? Við vorum eitthvað að spjalla daginn. Ég Ég er team Pretty Boy Ég Choco. er líka tím Pretty Boy Choco, sko. Og ég segir okkur Segðu fyrst okkur og ég skal segja þess okkur. Ok, fyrst þegar Pretty Boy Choco kom og þá var hann eitthvað svona Hann er Pretty Boy. Hann er Pretty Boy. Hann er svona eða Pretty Man. Er hann ekki man? jú, ég held að það sé Já. man. Ég er að tala þú veist, er hann ekki 30 plus? Nei, ég held að það sé 28 eða ok. 29, eitthvað svo leiðis. Ég held að hann var eldri en ég held. Hann er eins og lagið með Britney Spears. I'm older than young. Nei, þetta er svona I'm not a man. Nei, I'm not a boy. Er það Britney Spears? Not yet a man. Já, nema það er I'm not a girl. Já, ok. Ég var nákvæmlega að breytta að syngja það. Ímyndaði hvað þetta er. Þetta er svo mikið sami fyrir píur sem eru nýkomnar. Með bílpróf. Nei, þú veist, það er svona nýbyrja að vera kynþroska og er svona out of place. Þetta er svo, sko, við þurfum aftur að fara að tala um Pretty Boy Choco og maður klára það, en ég ætla að segja ógeðslega fyndi, börnin mín er náttúrulega sko 11, 8 og 4 og ég fór í sumarbústað fyrir 2 árum og þá hefur, þú veist, April verið 9 ára eða Stella 6 ára og Olli var bara eitthvað sofandi og það var eitthvað systir vinkonu Jófinu, hvað er þessu? Systir vinkonu Jóhannu. Já. Máurinn hennar. Nei. Svírin hennar. Litla systir vinkonu Jófinu. Það Jófinu á hlýtur að heita vinkonu. eitthvað svona, eins og svili eða eitthvað. Nei, það er ekki svili. Það bara er ekki. Það er bara litla systir vinkonu þinnar. Ok, nema vinkonu Jóhannu. Já. Ok, ég fatt það. Þetta er ekkit svakalega flókið. Jóhanna á vinkonu. Já. Og þetta er systir hennar. Já. Ok, ég veit bara að hafa þetta alltaf reynum. Og sú pía er, þú veist, 13 eða 14 ára. Ok. Og síðan, sko, fer ég og er eitthvað að gefa þeim eitthvað nammi að þau eru að fara að horfa á okkur bíómynd. Síðan kemur Jóhanna bara inn og hún horfður svona á mig og bara, hvað er það að gera? Og ég hvað? Og hún segir, varst að skera niður hraunbita í minni bita fyrir 14 ára stelpu? Og þá, veist, var hún örugglega upplegað bara I'm not a girl. Not yet a boy. Langaði í heilan hraunbita. En paldi ég, veist, ég átti ekki 1 hraunbita og skipta honum í 4 hluta. Fekk mér örugglega 1. Já, en pælt í því samt, sko, ég skil hana en með respekt á þig. Og það því að ég vildi óska þess að eitthvað myndi skera hraunum mitt, sko. Já, veistu, ég alveg tala, hraun. Er aðeins svo stórt. Já, það er líka, Ákveð ekki því mínir hraun. þetta er góð pæling. Líka bara að því hraun er einna, mér finnst hraun mjög gott. Já. En ég hata að býta það í miðjuna. Ég vil helst ekki býta neitt mat með framtönnum. Ég er sammálaður. Og ég sko, ég held að það sé að því ég var með teina. Býtur hann ekki á hliðinni? Nei, ég Eða gera það sígur ekki. hann bara? Nei, veist, ég bara sætti mig við framtönnunar. Já, ok. En ég Já. líka, að ég er ennþá með eitthvað svona vír bak við tennar eftir að ég var með teina. Varst þú með teina? Nei. Herrið, Pretty Boy Choco. Já. Að ég ætla að segja þér að fyrst kemur hann og hann er bara ekki, þú veist, byrjar eitthvað svona ég er Pretty Boy og eitthvað svona er svona alltaf stælóttur, skilur og mæti með sixpack og þú veist og er eitthvað neginn, þú veist, strax með einhverja markasetningu og herrferð á baku sér, skilur Podcastalinn Já, við ætlum að taka smá hlé til þess að tala um Podcastalann en þið eru einmitt að hlusta á Podcastalann í boði Podcastalans Eina sem þið eru að gera til þess að verða vitni af stórglæsilegum valmöguleikum Podcastalans er að fara inn á patreon.com/podcastalinn það er patreon.com/podcastalinn og með því að subscriba á einhverja af áskriftarleiðunum okkar sem eru nokkrar þá fáið þið auka þátt mánaðarlega en þá losnið líka við að þetta komi inn í miðjum þætti pælið í því, þá þurfum við ekki að hlusta á nákvæmlega þetta hérna
gott touch svona ég eins og allir hinnir var bara eitthvað who the fuck is this guy og svona tónlistasena smá svona who the fuck is this guy skilur og með þess að gott einn vinur minn lýsti þessu sem eitthvað svona þetta er eins og að vera að spila fucking Real Madrid Barcelona leik og það eru allir inn á og síðan kemur strípalingur og athygli vera á hann skilur og ég svona fannst það alveg góð lýsing síðan bara leiða hans á og ég fór að hugsa hverjir voru mestu lúðarnir þegar ég var eitthvað coming up með eitthvað dót fótboltagörðir nei er ég miskilað er ég miskilað moral of the story já, okay. Já þú veist að það er hérna bara veist, að hata á hluti án þess að þekkja og eitthvað neginn þannig og ég er ekki að segja að þú þurfir að vera mega fan af músíkina skilur veist, við getum alveg ég held að við getum alveg sammælst til dæmis að veist, þetta er engin textagerð for the books skilur ég er alltaf að fíla gaurinn miklu meira heldur en lögin hann sko já en síðan bara einhvern veginn veist, bæði er ég búin að sjá hann í viðtölum ég fíla hann eftir það já og eiga spjalluð hann og ég ætla líka bara að gefa sjátt ég held ég megi alveg gefa sjátt á hann fyrir hennar hlut en þú veist að hann var ekki að biðja með athygli fyrir það þú veist ég var með svona söfnun fyrir Reykjadala því ég er að fara að kaupa hljóðkerfi hann lagði bara inn fyrir eitthvað feita upphæð og sagði ekki neitt skilur, hann var ekkert eitthvað að posta í social media og var ekkert eitthvað að glenna sig eða eitthvað svona setja á eitthvað status ég er að fara að leggja inn á þig eða eitthvað hann var að gerði það bara og ég sendi hann skilabóð og síðan hérna sendur hann skilabóð í kjölfarið já, bara respect skilur og síðan líka bara þú veist þegar maður er eitthvað að sjóða af einhverju þú veist, einhverjum pyrringa eða eitthvað ég er ekki að segja ég hef verið að sjóða pyrring ég er að segja bara þú veist þá getur maður vanalega oftast tekið svona scenario og hugsa bara af hverju þetta pyrra mig skilur þú ert ekki gott dæmi til að tala svona það fyrir alltaf bara í töðunar á þér þegar fólk lappar venjulega já, en það er ógeðslega fyndið hvað fyrir töðunar maður ekki og það er sko það er minnst ógeðslega fyndið að súkkulaðans fór ekki töðunar mér það hefði átt að fara í töðunar mér súkkulaðans en hver er ég að dæma markasetningu þetta er auðvitað mér að kenna já þú erum að gera allt nema nammi er ég búin að gera nammi? Þú erum að gera allt nema nammi já ég er samt að hugsa hef ég gert nammi? hvað væri það, MC Hraun? það hefur verið búið til MC Grautur eða? já, ég reyndar gaf ekki leyfi fyrir því og það var selt í Nova en mér er alveg saman mest að bara fyndið það er mjög fyndið, fekkstu grautin? já, ég fekk grautin hvernig var bara hafa grautur? eða? borgar fyrir það? nei, þetta var bara eitthvað svona Pjakur, akkur þú að fokk upp gólfinu? Já, þetta var bara ef hann byrjar að naga snúri þá var þú ábyrgðarmaðurinn já, ég gerði það, hann er líka með svo litla tennur já, hann getur bara að naga litla snúrur já nei, ég fekk hennar graut bara á það var ekkert eitthvað svona hafragrautur tilbúin í einhver dollu, þetta var ekkert eitthvað fara í 10-11 og mynda mér á því sko en varst ekkert pínur svona þú veist það hefði verið næst að fá SMS en af hverju var þetta ekki MC Grauti? þetta var MC Grauti já, ok, hjúk já MC Grauti, mér þess að það hefði bara dröllið þig já þú er bara grautur, eða eitthvað svona já, þetta var grautur já, ég veit það, en grauti er samt strax tölvöðskála en hei, shoutout á Demantsrittarana you keeping us alive já shoutout á fucking gullrittarana you keeping us alive silfurrittarar, respect $3 for nothing já, what fucking losers en samt, þú veist nei, það er ekki silfurrittarannir hvað er losers? Plastrittarnir? já silfurrittarnir er það shit ég veit það keeping us afloat en Pretty Boy Choco, ég heyrði eitthvað svona viðtalið í F á ég ætla að segja FB en á FM við auðta já, hraðarspurningar og ég er bara að fíla væpa hans ótrúlega vel sko. Hann er eldri en ég held já. Þó ég veit ekki hvað hann er gamall já, akkur heitir hann ekki Pretty Man Choco? Pretty Man Choco það er bara ógæslegt að segja það já, þetta er ekki en ég sko, hvernig getur að vera í svona Pretty Man Choco með hann í takinu en ég veit ekki neitt, ég veit bara Gugguvaktinn, eitthvað ég hef ekki heyrt neitt heilt lag með honum sko, þeir gerðu
þeir gerðu hérna, það lag sem bara á toppnum sem heitir Skína sem feitu viðlagi en veist, það hann og einhver dude sem heitir Luigi en ég myndi segja Pretty Boy Choco væri Hvað heitir Luigi í alvegni, veistu það? Pottit Lúðvík Bara ok, ég get ekki notað það hlusta á þetta viðlag bara veist, Er það dóp? minnst viðlagi feitt með, sko ég þarf algjörlega að leggja til hliðina á mér sem hlustar á Kendrick til dæmis, skilur þeir Já, ég þarf ekki að gera það það er alltaf læg þegar ég var yngri og þetta var svo lúðalegt dæmi, maður þurfti eitthvað svona að vera real hip-hop og ég alveg sammálaðið og að vera samkvæmur sjálfur ég nokkuð vissum að þessi dúti hafi verið Samkvæmur sjálfur sér Nei bara þú veist að klæða sig í funky as föt og bara eitthvað living up to it en þú veist og það sem ég fíla allavega eins og ég skynja hann hinga til er að minnst hann ekki hrókafullur Nei, það og þá er ég ekki að tala í músikinni eða í vídjónum þá er ég að tala þess utan, skilurðu Ég held þetta sé ógeðslega fínn gæi Það sem ég held Ég ætla að veit ekkit meira en þetta eina sem ég segja bara ég fíla þegar fólk er humble inn á milli karaktersins og þá er ég að tala eins og Drake skilurðu ástæðan fyrir að Drake er svo ógeðslega stór að hluta til er að hann er ógeðslega likeable Í persónum Já, bara þú Og er líka okay, að Post Malone, hefur séð viðtölu Post Malone? Já, ógeðslega næs Yes sir Yes sir Yes sir En ég ætla að lefa að heyra þetta viðlag bara þegar mér finnst það næs Ég ætla bara að spóla í viðlagið Það er hérna Þú veist Dóp Þetta er feitt viðlag Þetta er feitt viðlag. Ég ætla ekki hérna það eru lögana sem hann hefur gert líka sem gera lítið fyrir mig Mér finnst þetta feitt viðlag Þetta er líka Gaur, karakter sem hann er að syngja þetta er svo mikið vibe Já En þú veist, ég er ekki að segja það líka allt ok, tilgangslaust hatur finnst mér Tilgangslaust Nei, ég er að reyna að koma sér orð þú veist, mér finnst fullt af liði sem að hvað er hann að borða? Er hann að borða lummu? Bjakkur! Nei, Bjakkur! Þetta grínast Hvað er þetta að borða? Dude! Þetta er ekki lumma Nei, þetta var popp eða eitthvað Nei, Bjakkur! Já, sem er þetta er ekki gott að hafa Bjartur er að borða lummu Já Hvað voru að tala um? Pretty Boy Choco og ég var að tala um eitthvað svona tilgangslist hatur og ég man ekki punkti minn Ok þannig ég get ekki farið inn í hann Ok alveg gessanlega En má ég þá fara úr einum íslenskum tónlistadúddum yfir í aðra kom lag út bara í gæri eða eitthvað sem ég langaði að tala um Já, ég man punkti minn Ok, hvað með hann? Sko, eitt dæmi er og já, í spjallinu sem ég átti við hann dúdda ég veit að það hljóma er sko fróanum mína en þú veist það sem hann sagði líka er við vorum að tala um markasetningu og ég var að segja hann þú veist að mér finnst það brilliant markasetning ég kom því samt einhvern veginn í orð þannig að hann miskildi það sko og hélt ég væri að tala um öfugt og þá talaði hann um eitthvað svona veist ég ætla bara með markasetningu líka sem að er kannski ekki búið fyrir alla og veist, hann náttúrulega er Pretty Boy Nei, þetta er náttúrulega þú gerir hann er náttúrulega barnabarn Helga í góu Hann Rich Boy Pretty Rich Boy Ég held hann náttúrulega kemur úr einhvers konar veldi Hann keyrir á 20 miljonar krónar Porsche ég held hann ekki Já, það sem ég er að segja samt er þú veist, til þess að gera hluti þá þarfst að gera hluti og þú veist hann á margt eftir ólært margt eftir lært
margt eftir ólært, skilur Hann á margt ólært. Já, og veist, í bransanum og svona, ef hann ætlar eitthvað að taka svo alvarlega og veist, kannski hann líka bara fíblast, skilur En var hann ekki bæta Íslandsbindi í stream? Ég veit það ekki. Ég held það. En þetta alveg svo, þú veist, ég fer á körfuboltaleiki og ég fer bara á úrslitaleikina. Auðvitað. Já, að því mér finnst það gaman. Ég ekki real körfuboltagur. Og þú veist, ég held að einhver leiti sko farið svona dót, ég held að það farið taugarnar á manni út af því að mann finnst eins og að sé verið að ráðast á eitthvað sem að maður er búin að byggja upp. Allavega ef ég tala fyrir sjálfum mig, skilur við. Já, þannig þegar það kom einhverju svona clowns, ég er ekki að kalla Pretty Boy Chocolate Nei, clown. þú ert að setja innan gæsalappa og þú segir bara þegar einhver kemur og hann fær svona sudden vinseldir og svona. Bara svo Lil Pump gerði fyrir hip-hop eða eitthvað. Já, og síðan bara, maður þarf bara að stíga til hliðar og svo lengi sem þetta ekki eitthvað, þú veist, dæmi sem að gjörsamlega þú veist, þannig óþólandi að þetta að hafa skaðileg áhrif á einhverja senu eða þetta bara, þú veist, hann ekkert eitthvað að gera hip-hop, skilur hann bara að gera eitthvað pop-drullu og ég málar í ástæðan og pop-drulla hefur alltaf verið bara pop-drulla. Það ekkert, ég hef ekki hlustað á pop, ég er náttúrulega ég hlusta alveg pop, en þú veist, maður ekkert hlustað á það fyrir það message, skilur það bara fyrir það vibe. Will.i.am, skilur, og eitthvað svona já, bara fullt að dóti. Já, Will.i.am. Og síðan hefur fólk alltaf val, þú getur alltaf valið að bara ekki íta. Ég veit, það er bara nóg. Eða slökkva. Þú veist, það er verið að gera, ég er líka með svona bíómyndir, þú veist, þetta er til dæmis eins og, Barbie myndin, þó mér langar að sjá hana þá er hún ekkert gerð fyrir mig. Nei. En þetta er vinsælasta mynd bara allar tíma núna. Mér langar að sjá hana bara because of the hype, sko. Ég ætla að sjá hana. Because of the hype. Ég ætla að sjá hana. Because of the hype. Þú veist að þetta er ekki lagið, samt ég. Because of the hype. En viltu fara á einu í annað eða viltu að koma með topiki sem ég skrifaði fyrir þáttinn? Mér langar að fara í eitt sem er tengt svona tónlist og eitthvað. Það var að koma út lag. Ég bæði ekki með síman á borðinu til þess að dissa þig. Nei, takk maður. Ég var nefnilega að lesa TikTok í gerð, fólk getur upplifað þessi dissa sko ef að síman á borðinu þeir svona subconscious upplifuru. Já, það er bara svona, hei. Bjarkur, okkur fokkar þú að urra á Arnar? Hann er ekkert urra. Hvar er hann? Hann er ekki bak við tjöldi. Jú, hann hérna. Ok, Bakkur er 500 grömm. Hann er, ég held að hann sé 5, ég held að hann sé ekki kíló, sko. Þú veist, hérna... Hey, net. Ég ætla að setja á hana spot nokkru sinni í þættinum. Þú ætla að kunna með það. Þá veist að alltaf ég setja á hana spot, ég setja hana good spot. Alltaf put me on the spot. Já, hérna og það að þú ert byrjað að þetta er ekki þægilegst stóllinn en það er ekki vesti heldur. Hérna, og það ég er búin að vera smá á TikTok núna og ég hef ekki verið á TikTok í mjög langan tíma núna. Ég fór aðeins á TikTok út af Akkur segir TikTok? Akkur segir TikTok? Segir TikTok? Ekki segir TikTok? Ég held ég verið að segja TikTok. TikTok. Er ég ekki að segja TikTok rétt? Jú, meira. TikTok. Jú, núna. Ok, þarna, út af þegar þú varst eitthvað, hei, ég byrjar að posta þarna á TikTok og, ok, wow. Út af ég byrjar að posta TikTok. TikTok. Þetta er hann TikTok. Út af, er þetta ekki eitthvað kýmur stafla? Nei. Ekki, já. Er hann að naða snúruna? Já. Já, ég vissi það. Alltaf, já, þú sagðir eitthvað svona, hei, ég er að posta podcastunum með TikTok og hérna, hann ég fór að tjekka þess. Já. Og það mikið að dóti sem fyrir töðunum mér. Á TikTok? Já. Já, algoritminn er ekki orðinn góður. Nei, þetta er líka bara mjög mikið íslenskt. En á sama tíma, þú veist, ég horfa á það og það er eitthvað við íslenska TikTokara sem tala ensku like this. Veistu hvað að tala um? Look, my guy, eitthvað svona. Er það að gera það? Já, ég skal sína eitt gaurinn eftir sem að I'm gonna try this spicy wing. Oh my god. Nei, Heyrðu, ég er með hugmynd að auka þetta. Ok. Fyrir demasköruna eða bara fyrir alla? Fyrir demant og gull. Ok. Við skulum hittast, tengja síman okkar við skjáinn
bara með Apple TV eða eitthvað, horfa á hérna TikToks. já, en við skulum seifa TikTok sem okkur finnst fyndin. Ég til, já. Ég er með sko The Bank. Ég er ekki með Nate Bank. Nei, byrjaðu þá að seifa og því meira sem þú lækar, því meira byrjar rytmiðin á TikTok að vinna þér í hag, sko. Ok, ég love it. En ég ætla að, hérna, sko, það kom út lag hérna fyrir 4 dögum. Ertu líka á Instagram? Þarna, Já, hvað er það, sorry. og sko, ég, hérna, og það meðist ekki mála að drulla yfir fólk sem að, þú veist, er að vinna einhvers staðar og er ekki nöfnsögð og eitthvað svona. Pjakkur, ertu að reyna að borða snúru í felum? Já, haldur bara, hann gerir það bara. Hann er að rústa stúdíónu, Þú ert að segja bara við hann, nei! Nei, Pjakkur. Pjakkur, nei! Pjakkur, ekki gera svona. Pjakkur, nei! Hætti hann. Já, Já, ég veit það. hann byrjar aftur. Já, og maður bara segir þetta endalaust. Maður þarf bara að bregða honum. Gauti, hann er að skemma Á ég setja henni búrið, eða? Pjakkur, hvernig? Tjekka, ég ætlaði að fara að skamma hann sleikið mér bara og sest niður úkisla sætur. Ég veit að það er ekki hægt. Það er ekki, Pjakkur, come on. Ok, come on, kyrr. Já, en allavega, ég ætla ekki að fara að drulla yfir eitthvað, þetta er pott ykkur félagin. Hvað heitir hann? Þetta er Joey Christ. Já. Það er pott góðu gæði, það er pott svona Pretty Boy Choco dæmi. En það... Það er ekki líkjan með Pretty Boy Choco, ég er bara að tala um að Pretty Boy Choco og ég fílaði hann og það var svo næs í viðtölum og okkur svona. Já, þú ætti að meina að þið finnst... Ég er ekki big fan af tónlistinni. Þið finnst Jói vera hérna... Mér finnst ekki það skemmtileg tónlist sem að gerir, þú veist. Ok. En hann var að gefa út lag sem heitir Mood. Já. Og mér finnst nefnilega takturinn geggjaður, mér finnst versin geggjuð, en ég þoli ekki viðlagið. Hvernig viðlagið eftir? Hefurðu heyrt þetta lag? Ég heyrti það lag. Ég er fengt til að þetta var úr viðlagið. Mér finnst bara alltaf lágt í röddunum. Ég var til að heyra betur í. Þetta er viðlagið. Viðlagið er bókstaflega það sem þú vildir að væri. Hvað segir kussa? Hún segir nú. En allavega, mér finnst til dæmis mér finnst versin svo góð, ég ætlaði bara að segja þetta ég er bara svona, ég hefði til eitthvað mood, eitthvað. Já, ég skilji. Ég er ekki búin að tjekka nóg, ég er búin að hlusta á þetta einu sinni í gegn, bara í bílnum eitthvað. Ég þarf að gefa þessu hlustun áður en ég kom með eitthvað criticism. En ég náttúrulega elska, hérna, að ég Pjakkur. Er hann að býta í snúruna? Já. Ok, þá þarf ég, býtu, sorry, þið verum aðeins að... Hei, góð hugmynd að koma með eitthvað rascal inn á stúdíó. Pjakkur, nei, ekki býta í snúruna. Hvernig getur þú gert þannig þetta? Svona, hvað er það? Hann er svo fucking sætur. Hann getur ekki naga neitt í sundur, hann er ekki með... Hei, hann var að býta í hendina mér. Það var ekki vont. Nei, það var ekki... Fuck. Það var ekki best, en hérna, nei... Hvernig finnst ykkur nýja stúdíó? En svo var annars ég svo á TikTok og þannig er ég punni on a spot. Okay. Ég sá að hérna, herran Hnetusmjör og Aron Kahn voru spurðir hver myndi vinna í boxbarda? Ég veit hvor þeirra myndi vinna núna. Ertu punni on the spot? Ég punni on a spot. Ég held að Árni myndi rota Aron. Er það? Já, þetta er sant sko... En Aron kom með eitthvað svona, ég er svo snöggum að þér, ég var búin að rota á hann til sjá, skilur. Já, ég held bara... Ég er náttúrulega, ef hann er búin að æfa, þá vinnur gaurinn sem er búin að æfa. Árni er búin að æfa og Árni er komin í sturla form, sko. Aron er náttúrulega í sturlu formi og er mjög snöggur, en við erum að tala um að... Þetta er ekki keppni muscle ups. Nei, ég held að Árni sé bara miklu... Ég held að hann sé bara miklu, hérna... Já, bara aðeins sjá þér. Ég held að hann sé bara töluvert högg þingri. Ég meina, þeir eru ekki saman þyngdarflokk, vantar. Nei, þeir eru það ekki. Árni er sem ekki langt frá mér í þyngdarflokki núna. Já, ég sé hann. Er hann 50 Cent Íslands? Já. Er það ekki? Jú.
Ekki? Getum við farið Hver er ég Íslands? Já, mér langar að spyrja það svona að pæla í þessu með þér. Ok, ég til í það. Ef við taka 5 rappara og setja þá í eitthvað svona Já. Aron Khan. Það er Weeknd, það ekki? Nei, hann alltaf, jú, ég myndi segja Weeknd eða Drake. Weeknd meira. Já. Eða, veist, mér langaði að segja Future en ég samt ekki alveg. Hann er ekki Future, hann er ekki Future, sko. Já, ég til í Aron Khan sé Weeknd. Herrin heitir sem er 50 Cent. Hann er í skoldum vestum, hann er núna að læra að boxa og hann gerir tónlist for the streets, hann er business guy. Ok, já, ég er til í að átni sé 50 Cent. Sko, þú værir, setjum þig aðeins á hold og finnum þú Ég get ekki fundið hvað ég sjálfur. Ég ætla að finna. Nefn þú rappara og ég skal... Birnir. Vá. Þetta er náttúrulega... Ok, já, býtu, við skulum byrja að tellja upp hvernig kostinir eru, sko. Ok, það er... Mjög lyrical, hann er mjög fyndinn líka. Já, hann er samt ekkert eitthvað svona gaurinn sem treður sér viðtöl, hann er ekki bara hvað borðaðir í morgumat í mokkanum, sko. Skilur, hann er alveg smá svona, smá lindadómur yfir Birni, skilur. Ég fíla það mjög mikið við hann, sko. Hann er ekki athyglisjúkur. Nei, ég myndi ekki segja það. Þú veist, það er ekki svo... Mér finnst Birnir vera algjör listamaður, sko. Já, ég upplifa hann þannig líka, sko. Þú veist. Og hann líka, svona, ég myndi maður að læsi sinni inn í stúdíu á nokkur ár fresti bara eitthvað og gera eitthvað magic, sko. Mér var síðast að plata hans... Hvað þá, bara til lyklinu með og hvað varst eða? Nei, bara svona work mode. Ertu að meina svona, þegar lásin er bilaður og hann... Hann læsti svo inn í stúdíu. Já. Nei, læsir að sér. Hefur læsti óvart inni, ekki þar? Já. Það var ekki gott, sko. Nei. En ég var með síma, það reddaðist fljótt. En sko, ég ætla að setja eitt rappari við bót. En byrju, ætlaðu ekki að finna hver Birnir er, eða? Jó, en mér finnst þess að ef við setjum nöfnin út í kosmosin, við erum búin að finna út úr Árna og Aroni Khan. Ok. Og Gísli Pálmi líka. Erfitt. Ég myndi segja að Gísli Pálmi er Chief Keef Íslands. Já, bara, ég held að... Er það ekki? Jú. Hann er bara, þú veist, eftir að sko Chief Keef kom, þá komur svo mikið af gaurum frá sama svæði á hann og ég er svona upplegað að svipa með Gísla Pálma. Svona Kingpin type dæmi, sko. Já, ég meina það er þannig og það er ógeðslega fyndið, ég vil ekki nefna nöfn en ég hef séð bara, þú veist, ég hef séð gaura sem eru bara eitthvað svona látandi og svona og síðan mæti Gísli Pálmi og það bara breytist múti á svæðinu, sko. Ég held að það sé G, sko. Til hins verra. Að þú veist, þá er ég tala um að því að þú veist, þeir eru svo mikið að sanna sig, skilur við. Já, fyrir honum, og hann er the G. Hann ekki, hann er the boogeyman af hip-hop, það ekki? The Boogeyman. Já, svona svo Gucci Mane var eða eitthvað. Já, mér þykir svo vænt Gísla, sko, Ok, Gísli Pálmi Chief Keef, Aron Khan er Weeknd, Árni 50 Cent. Birnir er hann er Futures. Já. Hann er Futures. Já, svo það sem að gjör ólíka stíl. Já, allt öðru stíl, en þú veist hvað er það. En Future mætir aldrei við töl. Eitthvað svona... Future er svona trendsetter. Hver er ég? Harry Styles? Nei, sko, ég ætla ekki að tote your own horn of mikið og líka við idolið þitt, en kann ég? Sko, þú ert mér finnst þú meira þar heldur en gaurinn á listanum. Ég bara, þú veist, út af því að moldplatan er svolítið þarna I'm bipolar, it's awesome, eitthvað svona. Já, ég samt, þú veist, máli kann ég er svo ég ranka hann svo hátt. Máli, ég er ekki að ranka því að hátt og Kanye West, en við erum að reyna að finna eitthvað. Og ég ætla að segja eitthvað svona mini Kanye West sem er Travis Scott, en mér er Travis Scott alltaf vera með einhvern sama soundið eitthvað. Á ég segja þér eitt, þú veist, kannski vera margir brjálæðir, þú veist, ég fær rosalega fljótt leið á lögum með Travis Scott. Ég er bara ekki Travis Scott fan. Veistu út af hverju? Af hverju? Að því mér finnst vanta
húmórinn í hann, höfum við ekki rætt þetta? Mér finnst til dæmis, þú veist, munurinn á mér finnst til dæmis Jesus og Utopia-platan þær eru mjög svipaðar ef þú pælir í bara svona konseptinu og þú veist hvað er að gerast á hann og svona en það sem að mér finnst vanta á Utopia-plötuna er bara að hann segi bara einhverja stupid ass I just fucked a model and she just bleeds her asshole I get bleeds on my t-shirt now I feel like an asshole þetta er bara þetta er svo þetta Kanye lína já Kanye er náttúrulega fucking hilarious gæði sko ég er búin að vera að hlusta á en Travis Scott, já það er ein plata með Kanye hann er bara eitthvað svona creative director sem er rappari þessi plata er vannmetin Life of Pablo nei I don't feel that she's mine enough. I'ma look at the tree, I pull up. I'ma think that you the type to try snitch. þetta er hann að ég-platan Let me hit it raw like fuck the outcome. Hey, none of us will be here with. come on einhver ringi Let me hit it raw like fuck the outcome. Hey, none of us will be here without come. Hey, if it ain't all about the income, hey, let me see you go ahead and spend some. Hey, if you driving around in some drive fit, hey, I'ma think that you þetta er bara the production bara bam já og hefur heyrt þetta hérna, sorry most beautiful thoughts are always besides the darkest. Today I seriously thought about killing you. I contemplated premeditated murder. And I think about killing myself, and I love myself way more than I love you, so today I thought about killing you. Premeditated murder. You'd only care enough to kill somebody you love. The most beautiful thoughts are always inside the darkest. Just say it out loud to see how it feels. People say, don't say this, don't say that. Just say it out loud, just to see how it feels. Weigh all the options. Nothing's off the table. Today I thought about killing you. Premeditated murder. I think about killing myself, and I love myself way more than I love you. The most beautiful thoughts are always besides the darkest. I think this is the part where I'm supposed to say something good to compensate it so it doesn't come off bad. But sometimes I think really bad things. Really, really, really bad things. og síðan sko droppa beatið smá And I my cousins, I do and I love you. And I think about killing myself. So best believe I thought about killing you today. Premeditated murder. I called up my loved ones. I called up my cousins. I called up the Muslims. Said I'm about to go dumb. Get so bright it's no sun. Get so loud I hear none. Scream so loud got no lungs. Hurt so bad I go numb. Time to bring in the drums. That put her up, pum. Set a new tone on them. Set the nuke off on them. I need coke with no rum. I taste coke on her tongue. I don't joke with no one. They'll say he died so young. I done had a bad case of too many bad days. Got too many bad traits. Used the floor for ashtrays. ok, þú veist Use the floor for us ég bara Nei, ég fatt það alveg ég maður dýrkan, þú veist, ég veit alveg, þú veist, ég er ekki sammálaði, ég er rosalega erfitt að vera sammálanum þegar hann er byrjað að tala að nasismi hafi verið góður og það er mjög erfitt að vera með honum í liði þegar hann er úst, í einhverju mega episódi, sko, en ég bara, úst, fyrir mér er hann Kanye best Kanye best, ég, úst,
hann svo mikill listamaður veist, hann þorir svo mikið að gera í hvert sinn sem Kanye West gefur plötu þá breytir soundið gjössamlega í hiphopi alltaf, í hvert einasta fucking skipti sem hann gefur plötu hann alltaf bara, þú veist, allir upp á rapparnir mínir, þú veist, þeim finnst Kanye West bara legend, sko en mér langaði að spila eitt svona Kanye West dæmi mér finnst svo fyndið, hann ofta á okkur svona hefur mannstættina var okkur svona business fund með Gap og var sem bara sínaði með eitthvað á Pornhub já þetta dótið hilarious og mér langaði að sína þér hérna, hefur þið séð þetta? Þannig eitthvað svona á okkur greinlega einhverjum business fundi já og svo segir hann bara spilaði lagið mitt Ain't no motherfucking game, man. It's like 8 hours left of this shit. No fucking chuckling and nothing, no kind of way. All right, play off the grid. Rick Rubin Ain't no motherfucking game. Alright, play off the grid og svo byrjar bara að dansa Play off the grid Hefur ekki listið á Dondu-plötuna það? Jú, ég finnst svona, sko Já Það var executive produced by Future Eða? Já Ég náttúrulega Hann líka læsti sig inn í bara einhverjum íþróttaleikvangi í mánuð og var alltaf að mæta á svona byrtast í loftinu eins og svona the Phantom of the Opera og veist, hann ruglaður sko Veistu hvað, ég líka hann hefur gert svo mikið að random hlutum sko. En ég mikill Future maður, ég dýrka Future sko. Hann breytir soundinni í hip-hop sko. Já, ég bara, veistu ég fíla Future, en ég hef aldrei dottið inn í að hlusta á heilu plötunar eitthvað neginn. Það, þú þyrst eiginlega að gera það, þetta sko, hann er hilarious sko. Að það? Já, dude. Herri, ég var með smá concept, topic. Já, ég sem eitt yfirbúð, svo... Já, hvað með það fyrst bara? Sko, ég ætla að biðja þetta, mér langar að gera eitthvað svona TikTok. Getur þið tekið svona 30 sekundur þar sem að þú ert að tala mjög intensely, eitthvað svona ímyndaðir, ég ætla að setja upp scenario fyrir þig og þú þurfum ekki að setja tónlist núna, ég ætla að setja eitthvað svona dramatíska tónlist undir en það kemur til þín strákur, hann er kannski 19 ára hann er búin að klúðra lífinu sinu svolítið mikið eitthvað svona, hann er í drugs, hann er í crime, eitthvað svona og hann langar að gera eitthvað, það er fullt potential í honum getur þú mótið við það og ekki með músík. Nei, ég ætla að setja músíkina eftir á. Það? Já. Ætlum að gera hann þátt bara geðveikt erfiðan fyrir því. Nei, ég er að tala með ég ætla bara að setja músíkina. Þú ætlar að setja það inn á TikTok eða eitthvað? Já. Þú veist, hefur ekki séð svona þú verður bara að stígu upp, skilur þú eitthvað svona? Jú, býtu, I got this. Má ég nota ChatGPT samt til að hjálpa mig smá? Já. Ok. Please do. ChatGPT Motivational Speech by Gauti. Getur maður ekki fara bara á síðuna? Jú, hérna. Ég var nefnilega með sko að tjekka hvort hann hafi Já, ok, hann er bara að rústa sínustöfinu núna, það er alltaf það er alltaf I'm after great ég er ok, þú voru að lesa upp fyrir mig aftur hérna þú voru að lesa fyrir mig aftur hvað hérna getur þú skrifað motivation ræðu fyrir strák og hvað er hann? Hann er að crossroads in life. Strák sem er 19 ára á krossgötum í lífinu. Já. Þú voru að koma með eitthvað meiri detail. Ég vil peppa hann í, þú veist, vil styðja hann Ég ná árangri ná árangri í hverju? Í lífinu sinu. Í vinnu og fjölskyldumálum. Já. Hvað heitir hann? Hann heitir Héðinn. Hann heitir Héðinn. Ok. Ég var að gá hvað þetta gerir fyrir okkur. Og hérna... Ok, vá, þetta er strax árið bara mjög gott, sko. Ætlar þú að setja tónlistundir? Já, og heist sko, tónlistin er good shit, sko, sem ég ætla að setja undir. Og ég ætla líka að texta þetta á okkur. Gera þetta eitthvað svona og sjá hvort það næri langt, sko. Og ég horfi í kameru, eða? Nei, þú veist, ímyndaðir að, hérna, þú veist, ég ætlaði líka bara að klippa yfir í, þú veist, ég er bara svona, já. Já, ok.
Að sjá þig á krossgötum lífsins. Og ég lesi þetta nákvæmlega eins og ég reyna að móta þetta að... Móta. Að sjá þig á krossgötum lífsins á þessum aldri spennandi og yfirgengilegt. Héðinn, þú stendur á mörkum úlingsáranna og fullorðinsævi. Og möguleikarnir sem standa framundan eru ótakmarkaðir. Það eru ákveðin fríðindi að sjá veginn opinn og eiga þá möguleika sem veit að er ánægju. Vinnan og fjölskyldan eru tværa mikilvægastu sviðum lífsins. Þar krefast hugrekki, áherslu og viljastyrks. Með hverri viku og mánuði sem líður myndu merkja framfarir í þeim sviðum sem þú leggur á þig. Það geta verið harðar og ákveðnar, en stundum hafa þó eitt sameiginlegt. Það leiða því átt að því marki sem þú er skilgreint fyrir þér. Hugsanir og hugrekkið þitt hafa stór áhrif á hversu langt þú kemst. Ánægð og sjálfstraust eru grundvallarþættir í að ná árangri. Hugsanir að þú getur brugðist við vandamálum sem komast upp, á sitt hæfur og duglegur til að takast á við þar áskoranir sem standa fyrir þér. Það mun stýra þér í rétt átt. Að hafa markmið og áætlanir er lykillinn að framgangi. Settu þér stærri markmið. Stóra markmiðið er að vísa í langtíma átt. Líta á árangurinn og stig á stigaferlinu en gleymdu að fagna þeim áfengum sem þú nærð. Síðast en ekki síst. Ekki gleyma að njóta ferðarinnar. Lífið er ekki bara árangur heldur, einnig reynsla gleði. Hver dagur býður upp á nýtt tækifæri til að læra, vaksa og skapa minningar sem halda alla ævi. Héðinn, þú er innbyggða krafta og það sem þú þarft að gera til að ná árangri í vinnu og fjölskyldumálum er þegar innra með þér. Hlusta á hjartað þitt, treystu þér og horfðu á framtíðina með vonandi augum. Ég hef trú á þér og ég hef trú á því sem þú getur gert í lífinu. Ekki? Ok, thank you. Wow, tjekka með tears running down my eyes. Þú gert þetta að brandara. Ég prófa það. Já. Ég elska þetta forut. Ok. Hæ Héðinn. Getur þú gert þetta að stuttum brandara? Það er bara, hún að skrifa sko bara, þetta er lengsti brandari sem ég hef séð sko. Ok, farðu það í þitt þannig Það veitu ég, getur Við erum með svona 4 mínútur eftir að run time. Það? Já. Fuck, ok, beti. Þann... Ok, það sem ég ætla að fara inn á og tala við þeim ég var sest þetta inn á Instagrami sko. Dude, síðan fyrir næsta þátt ef við að fara í strætó og taka sem strætó þátt. Já. Vá, þegar ég sagði þetta var ég bara, þetta er frekar leiðileg hugmynd samt sko. Manstu passwordið? Manstu passwordið á Instagramið? Nei, maður. Ertu búin að logga út á Instagraminu? Ég veit ekki hvað það hefur loggast út. Ég er að prófa eitt. Anton er með það. Ég elska Anton. Það er svona 2 ár síðan að var að finna eða. Já, og við erum ennþá eitthvað, hei Anton, þetta með password. Veitu, kannski er með þetta. Þú veist, sorry með mig, hérna, Instagram. Ég er að gá hvort að ég hef sendið þetta bara kannski mögulega á eið. Þetta er náttúrulega óþjólandi fucking dæmi, sko. Það fer alltaf að loggast út af öllu dæminu. Ég get gert hérna, sko, login with a link, open email app, ok, I got this. Veistu hvað ég eyði miklum tíma af lífinu mínu í þetta? Finna password. Já, en ég er komin inn, þetta er allt í góð. Ég ætla að taka myndaðir fyrir No Face Crime. No Face Crime. Ég er svolítið fucking lélur í þessu, hvernig ger ég hérna, ég er bara plúsin. Ég er bara plúsin. Hérna er það. Nú, svo, við vorum að fá mynd á Taco Bell. Fólk er að fara á Taco Bell út á okkur, sko, við ættum að vera með spons. Nennir að heyri Pretty Boy Choco og græja það sko, it mean the world to me. Já, ok, ég tók mynd á... Ekki potið að það fengi frítt á Taco Bell. Ég er bara þannig það. Viltu bara fá frítt? Já, ekki neitt annað. Ég ætlaði að heyri hvort þú er til í að gera nokkur díla sem við fáum bara að borða. Æ, mér er alveg sama. Við erum hvort sem ég er ekkert að fá mikið pening fyrir þetta. Ok, flex.
Herðu, ok, ég skrifaði hérna hlutir sem þú gerir eða hefur þurft að gera sem lítill eða minni maður. Já, dog maður, það var legit. Og það ég tjekka á þessu, veist hvað mín heimspeki er? Hvað? Lífið verður aldrei sanngjarnt, veistu á hverju? Okkur. Út af því að háir þurfa að beygja sig og lágir þurfa að teygja sig. Er þetta þín heimspeki? Já. Ég er að pæla að setja músík undir, sko. Hvernig fylgir það heimspekinu mína? Mér fannst hún bara allt í lagi. Er það ekki? Þetta make a sense. Lífið verður aldrei sanngjarnt. Út af því Ég skrifaði music for little people. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus Þetta var ekki sem ég var að meina samt, sko. Hérna. Þetta kannski. Það er flott. Er það ekki? Heldur að við séum óskipulagasta podcast sem er til? Mögulega, getur verið að við erum allavega, við erum skip ekki, við erum já, ég held það. Ok, þetta er ekki margir hluti sem voru skrifaðir en að því það er greinilegt að hlustendahópurinn okkar er fullt af big ass fucking leið, sko. En ég ætla að lesa þessa hluti upp og spura hvort þú tengir við þá. Að þurfa að klifra upp á eldhúsinnréttinguna til að ná í eitthvað upp í skáp. Er það fyrir? Nei, ég hef ekki. Aldrei. Nei, ég er ekki Lego person. Nei, ég þurfti bara að gera þetta síðast í gær. Er það? Ég þarf svona að setja hneð upp á og svona Ég hef ekki þurft að þrýsti mér upp á. Ok. Það er einhver sem skrifar hérna sama klifur upp á eldhúsbekk til að ná upp í efri hillunar. Vera ruglgóður í limbo. Er það talað út að þú þarft ekki að beygja aftur? Það þarft ekki að taka Það nýjó? meikar ekkert sens. Það er alveg jafn Það er erfitt eitthvað beygja reynar að sig. fyndin. Það er eitthvað reynar að fyndin. Að ná í það sem er í neðstu hillunum. Það geta allir gert það. Er þú með mér eða? Já. Okay. Að ræna kollum sem starfsmenn í búðum nota til að nota þá Ég hef séð þetta. sjálft í búðinni. Ég respekta kollana í búðinni þannig, sko. Ég hef notað kollana, sko. Já, ég respekta það. Ég hef líka bara notað kallana til að hjálpa mér, sko. Bara lyfta þér upp. Að kaupa föt og skó í barnadeildinni. Það pældi ég hversu mikið hags það er. Ég vildi óska þess að ég geti gert það, sko. Ég get keypt kvenna, sko. Þeir fara upp í 42. 42 er ekkert lítið. Nei, ég er 42. Ok, að þurfa alltaf að sitja í miðjunni ef það er fullu bíl. Vá, er það ekki svolítið? Nei, ég myndi segja, shut the fuck up. En ert líka ég rafstafn, vil já. sitja í miðjunni. Ef ég er aftur í, þá vil ég sitja í miðjunni. Á hverju? Að það sé ég miklu betur út úr rúðuna. En ekki hliðarúðuna? Ég vil ekki horfa á hlið. Ok, fair enough. Að tattúa fæðingarári mitt á mig því að fólk trúir ekki í skilríkjunum mínum. Ég tengi ekki þetta. Trúir að tattúanýrum. Ég trú ekki þú með fake ID. Ertu með tattú sem segir gott gaman? Ég næ ekki í gólfið þegar ég sit á klósettinu og fætið þið sveiflast bara eins og ég sé 5 ára. Þá ertu náttúrulega bara, sorry, þarna ertu aðeins of lítill. Þarna ertu bara barn. Það hlýtur að vera. Þetta er stelpa, sko, hún er 1,57. Það er ekki það lítið. Hvað háa klósett er þetta? Já. Ok. Að vera með fullt af tattúum og gerfineglum og linsum til að lúkka eldri. Ég er 24 ára. Við erum ekki að tala um hvort þú lúkir eldri. Ertu lítil? Er hún 1,80 saman með tattúum? Já, einmitt, já, hversu eins og... En þú lítur þá bara út eins og barn með tattú. Það þurfa að sitja á sessu til að keyra bíl. Það er einhver hilarious. Það er mjög fyrir, fáðu þig bílan svo getur hækka sætið. En er þið þá í bensíngjöfuna? Það er rétt, já, meinar. Er það stultum? Ég held að, þú veist, lítið fólk, sem að, ég held maður með ekki segja D-orðið. En þú skilgjörnir þig sem lítið fólk, ekki? Nei, ég gera það ekki. Það ger ég alls ekki. Ég skrifaði 2 hluti líka, sko, sem ég, En máli ástæðan hvernig ég spurði þig, er það að þú settir einhverja mynd þar sem það var svona, ég er þessi hæð. Já, en þú veist, þetta er bara sem kom upp. Ég er 1,72. Ég er 1,85. Ertu 1,85? Já. Nei. Jú, það er að tattúa á mig, já. Þú verður að fá að gera mér einhver.
Ég skrifaði hérna að hafa þurft að standa á tám í pissuskál til þess að tippi fari ekki í pissuskáluna. Ég hef ekki lent í því. Nei. Heimurinn er svolítið byggður í kringum 1.80, 80. já. Ég skrifaði líka sko að taka lítið hopp til að sjá hvort að við glimt einhverju í sundskápnum. Tengirðu við það? Já, ég tengi ekki við en ég sé það gerast. Málið það annarkvort að ég... Það er svolítið pathetic. Það er mega pathetic, dæmi. Hérna heyrir svona, þú gerir pollið hún lítið hljóð. Það er svona... Bing, bing. Ég man eftir, ég var einu sinni í búð og það var svona little person sem kom upp með mér. Og við erum að tala að það var svona pikkað í mig, svona við miðminn á mér. Og ég líti við, og ég sé engan, svo líti niður. Og ég bara, blessa þér, ekki getur náðið hérna í Pepsi fyrir mig. Ég sagði, jú, ekkert mál. Og ég næ í Pepsi sem er... lítil manneskja með skilgreininguna. Já. Og hérna, og ég man eftir, ég hugsaði svo mikið til hennar eftir þetta, og þegar ég sótti bara Pepsi, það var bara svona í brjóskassa það, sko. Já. Og ég bara svona, vá, hvað þetta er svona... Þú veist, nennir einhver að senda okkur, og ef það er einhver lítil manneskja sem að hlustar á okkur, segjum að lítil mann, mér finnst það hljóma einhvern veginn. Sko, ég var að hlusta á þetta, það er svo mikið kontroversi í kringum hérna tölum bara um þetta, við erum að læra, skilur, þetta er ekki eins og ennorðið, við getum alveg sagt dvergur og við erum ekki að meina það, við erum bara að spyrja, þú veist, það er bannorð, eða ekki? Ég var að hlusta viðtal við dverg og hann eitthvað svona, hún finnst patronizing að kalla það íslenskur? Nei, þetta er hérna í Bretlandi, hann er amerískur endar, en patronizing að vera kallaður little people. Hvað er patronizing? Bara niðurlægandi? Já. Þú veist, hún fannst það svolítið, já, að vera svona að tala niður til hans, vera svona, þú ert bara lítil manneskja, í staðin fyrir, hann bara, ég er dvergur, ég vil vel að kalla það dvergur. Já. Og mér persónulega finnst dvergur ekkert vera eitthvað svona... Nei, þetta er svona, þetta er náttúrulega ekki okkar, kannski að, þú veist... Ég ætla ekki að ákveða það, en ég upplifi, þegar ég, þú veist, mér finnst dvergur orðið flottara heldur en lítil manneskja. Já, ef ég ætti að velja... Myndir ekki, finnst dvergur verið eitthvað svona neikvætt það? Nei, kannski er það bara, þú veist, út af... brainwashing af... Já, bara bíómyndum og þú veist, eitthvað svona dæmi, skilur, af því að þetta er eitthvað svona mythical, þú veist, verur í bíómyndum, að þá, hérna... Sem eru legendary, samt. Dvergar eru fucking eins og Gimli í Lord of the Rings er bara legend. Já. Það var... hann var einn af bestu fætrunum en málið er að þessi dvergur var að segja bara, ég vil vera að kalla það dvergur, ég er dvergur og það var ég bara, ok, cool en eins og segir, ef það er eitthvað sem hlustar á okkur þetta heitir dvergismi eða þú veist bara en þá er þetta allt í orðin eitthvað svona ég ætla að prófa, má segja dvergur, ég ætla bara að googla það sko hvað kallast fólk með hæðarraskanir? Mér líður einkennilega gagnvart því að kalla fólk með ákveðna vaxtarskerðingu dverg. Lítið fólk stendurinn að, þetta er samt sko inn á bara hana bland.is 2012. Mér er stand sko, ég ber svo miklu virðingu fyrir bara ótrúlega miklu virðingu fyrir dvergum. Mér er stand, ég held ég hef aldrei séð dverg kvart yfir einu sko. Tengir ekki við þetta? Ef ég verið dvergugauti, ég geti kvartað yfir eitthvað svona, ég get ekki náðið Pepsi-ið, ég get ekki gert það hér, meðan að ég held ég ándjós aldrei séð dverg kvarta. Ég hef bara ekki séð nógu mikið af fólki með dvergisma til þess að geta staðhæft að dvergar kvart ekki. Væri of mikið átir að ef það er eitthvað dvergur eða ef það er eitthvað dvergur eða hvað sem... Ég var hefði til að fá spjall. Já, ég líka. Þú veist, bara á fully respect leveli, örugglega með stupid ass fucking spurningum, skilur við? Já, en bara, þú veist... Ég væri til að vita bara, þú veist, hvar er, þú veist, að ég veit að það er að láta sér útbúa bíli sinn, skilur við? Ég var ofta að afgreiða dverg í búðsyngarvinni, Ég var til að vita til dæmis bara, þú veist, hvar er það gert, skilur við? Já... þú veist, þetta er fullt að geggjum pælingum. Já. Og eins og með pissuskáluna, þú veist, ertu með eitthvað svona... System? Já.
Já. Veist, og þetta er out of respect, við erum bara að læra en mér langar að læra þetta, skilur og við getum síðan fengið við getum örgulega að tala við hávaxnasta gaur á Íslandi líka til að fá svona Ég væri til að fá báða á saman tíma Já, ég líka Og þá þetta hérna- teka í staðin fyrir með svona mikrofónstand til þess að bara með svona ektin sko, ég eða er eitthvað verkur að hlusta og þið finnst og þú vilt að við köllum ég veist bara ef það er einhver sem sem þekkir er undir þessa skilgreiningu sem við erum að tala um og þú veist, vill koma inn og fræða okkur þetta veistu hvað, ég væri til í að þú veist, einu sinni í mánuði myndum við fræðast hluti ég var að hugsa þú varst að tala daginn, þú vildi reynda að fá stjörnufræðing já, og pípara líka í sama þáttinn nei, í sikkur á þáttin mér langar að stjörnufræðing, mér langar að pípara mér langar að fá eitthvað efnafræðing mér langar að fá vísindamann mér langar líka að fá svona detective hef ég sagt þér detektiv söguna mína? Nei, en býðum með hundal næst nei, ekki bara enda þáttum endum að ok, þegar ég átti hafagnin jú, þú hefur sagt henni í þættinum hef ég sagt henni í þættinum? ég segir aftur að já, ég tala þegar að elda sem bara sporin í snjónum þegar starfsmenni mínir elda sporin í snjónum eftir að löggan kom og tók myndafótspori fingrafar á glugganum og voru eitthvað ég er ekkit vissum að þetta finnist nokkuð tíman eitthvað fyrir burtu, starfsmenni bara, herrið, eldum bara sporin í snjónum og fundum allt lífið